Áfram höldum við hérna í föstudagsþættinum. Það komið að rafbílavæðingu og hingað til mín komið Sigur frá Orkusetrinu. Velkomin. Takk. Já, á tímum eins og COVID þá erum við ekkert sérstaklega umhverfisvæn. Þetta alls konar rusl sem fylgir þessu. Við vitum öll mikilvægi rafbíla og rafbílavæðingar, en það eru svona ákveðnir hlutir sem að sitja ennþá í okkur. Já, þetta náttúrulega heilmikil breyting og mikilvægt að því að þessu fylgir meira en að kaupa bíl. Þú þarft að setja upp hleðslustöð heima hjá þér og svona, og það getur verið flókið í fjölbýlishúsum og ýmislegt. Og Vistorka svona fyrir Akureyri hefur tekið svona saman kannski þessar helstu upplýsingar sem menn þurfa að hafa til þess að fá svar við öllum spurningum tengingar og kostnað og reglugerðir og slíkt. Þannig að þetta bara aðlögun og sem betur fyrir gengur ágætlega. Það skiptir miklu máli að hafa öryggi í lagi. Ég meina, maður stingur brauðrist inn í samband, en það að stinga bílnum í samband í einhverja einstungu, orkunýtingin sem bílinn nota, þetta rosalega mikið. Já, samt ekki að það kannski eitt misskilningur að rafbílinn sé að taka rosalega miklu orku. Þetta eiginlega bara eins og stór þvottavél og engin svakaleg viðbútt, og bara sem dæmi hvað rafbílar að nota lítið og kannski ætti að vera hvatning fyrir rafbílavæðingu hér að okkar litla krúttlega Glerárvirkjun 2, hún framleiðsla hennar samsvarar 10.000 rafbílum, eða rafbíl á hvert heimili á Akureyri, sem svolítið svona eitt og sér ætti að vera hvatning til þess að skipta yfir að raun og veru vera á umhverfisvænum bíl og nota svona alveg lokal orkugjafa rosalega heillandi hugsun staðan fyrir að vera að flytja inn hérna á svæðið jafnvel frá Miðausturlöndum olíu til þess að keyra bílunum okkar, sem raun og veru galið en var bara eini sénsinn fyrir ekki svo mörgum árum. En nú eru bara breyttir tímar og þetta, þó maður sé mjög óþolinmóður, þá gengur þetta þannig sé sæmilega, að þetta gerist hraðar. Það nú þegar og kannski lúmst yfir 800 bílar bara hérna á Akureyrarsvæðinu sem að stinga í samband. Þannig að þetta svona orðið miklu viðameira margir halda. Þetta ekkert svona einhver jaðarstærð lengur. Og raunum að segja já, menn svona oft undrandi yfir hvað rafbíla nýskráningar miklar. Við erum á Íslandi í öðru sæti á heimsvísu. En fyrir mig sem búin að vera í þessum geira lengi og búin að keyra rafbíl í yfir 10 ár, það kemur mér enn meira óvart að menn séu að nýskrá og kaupa glænýja bensín- og dísilbíla í dag. Já. Því að það engin takmörk lengur. Það komið bílgerðir fyrir alla flokka, 4-hjóladrifnir, 7 manna, sendibílar, litlir, stórir, og auðvitað hafa ekki allir efnir á slíkum bíl eða nýjum bíl. En þeir sem hafa annað borð efni á nýjum bíl, þá bara ég klóra mér í kollinum hvernig ósköpunum hægt að kaupa glænýjan bensín- og dísilbíl. Því að það raun og veru mesti glæpurinn, eða má kannski ekki kalla glæp, en ég menna það svona skaðlegast að fá glænýja bensín- og dísilbíl inn í kerfið, því þeir verða hérna næstu 10-15 árin, og þar á meðal þegar við erum öllum að skila á okkur skuldbindingu okkar gagnvart París. Þannig að það rosalega tapað tækifæri allir glænýjir bensín- og dísilbílar sem að koma inn í kerfið núna. Þannig að það helst að stoppa fyrir þann leka strax. En það ekki bara þessi umhverfisáhrif, því það líka þessi efnahagsáhrif sem nefnir. Við erum að flytja inn olíu og erum þar með að binda okkar efnahagskerfi við önnur efnahagskerfi þegar við eigum orku til staðar hér og gætu verið miklu sjálfbærari. Ja, klárlega, þetta stór efnahagsstærð að skipta, að hætta að flytja inn olíu og vera bara okkar orkugjöfum sem eru ódýrari og hreinni og innlendir. Þannig að þetta alveg augljós staða að fara yfir, og þess vegna vill maður eiginlega helst sjá þetta enn hraðar, og efnahagsáhrifin alveg skýr og raun og veru ein og sér duga til, og þá mætti líta á umhverfisáhrifin sem bónus. Og þetta náttúrulega yfirburða tækni, rafbíllinn,
nútíma rafbíll versus bensínbíll er algjörlega yfirburða tækni í sambandi við þeir eru með betri hröðun, þeir eru náttúrulega með enga mengun og enga losun koldíoxíðs, þeir eru hljóðlátari, þeir minna viðhald, þetta tikkar í öll boxin. Þannig að maður stundum hugsa sko, þú veist bensínbíllinn bara verða eins og túbusjónvarp, skilurðu, og þess vegna svo sorglegt að sjá að það sé verið að nýskrá nýja bíla. Og maður hugsa stundum, þú veist, hver keypti mitt síðasta nýja túbusjónvarpið? Hvort að neytendur átti sig á því að sko við erum klárlega löngu byrja að stíga inn í nýja tíma og raun og veru öll nýkaup á gamla tímanum eru svona mínumati skrítin sko. Já. Algeng gagnrýni sem að rafbílar fá eru frá okkur hérna á landsbyggðunum að það sé erfitt að keyra langa leiðir, þeir drífa ekki langt og síðan íslenska veðrið, vindar og kuldi. Já, þetta var réttmætt gagnrýni á sín tíma þegar ég til dæmis keyri svona þennan fyrsta, fjölda framleidda rafbílinn sem þá kom á markað 2009. Þó ekki lengra síðan, sem sýnir hvað hröðunin er mikil í þessu. Hann komst ekki nema kannski 80-90 kilometra en það fyndna var að það var alveg nóg. Vissulega komst ég ekki lengri leiðir, en það er tvennt algjörlega breyst í því, eðalega þrennt sem að hendur út þeim rökum er að sko það eru komnar hleðslunet á hraðhleðslustöðvum, þannig að þú kemst suður til Reykjavíkur eins og ekkert sé. Bílarnir eru langdrægari. Ég til dæmis á bíl núna sem kemst á einni hleðslu til Reykjavíkur og það eru ekki með þetta backup af hraðhleðslustöðum á þessum lykilstöðum og svo náttúrulega þeir sem eru of hræddir við drægni sem að ég tel sé nú óþarfi, að þá er náttúrulega þessi tengiltvinnbílar sem saman þessa tvo heima að þú ert þá alltaf að keyra hér innanbæjar á rafmagni en ferði yfir á bensíni í þessu allra lengstu ferðir. Þannig að raun og veru eru þessi afsökun eða þessi kröfur einhverja drægni, þeim hefur öllu verið svarað. Þannig að sú afsökun er horfin fyrir því að kaupa ekki rafbíl. Og eiginlega sorglegt að menn sé ennþá að tína hana til. Hitt hefur svo verið eins og segir að það hefði ekki verið til nógu mikið af fjórhjóladrifnum bílum og stórum bílum. Það er líka breyst, það er til í öllum stærðum, stórir jeppar, hvað sem það hreinir rafbílar eða tengiltvinnbílar og hitt með veðri að þeir sko eru bara mjög fínir, þetta eru frábæri vetrarbílar. Þeir rafbílar eru svo stöður á veginum með rafhlöðuna sem svona ballest og alveg geggjaðir vetrarbílar og margir konum með svona varmadælu til þess að minnka rafmagnsstörfuna við hitun og svoleiðis. Þannig að þetta er allt saman algjörlega leyst. Eina sem að kannski ef eitthvað er þá vantar ennþá kannski þessar ódýrustu rafbíla. Þeir eru að koma bæði sem þá notaðir rafbílar eða þá bara núna á næstu 1-2 árum sem bara ódýrar útgáfur af rafbílum. Þannig að allar þessar afsækkanir eru að deyja mjög hratt út. Við eigum til ofta að býta eitthvað svona í okkur og halda svo í þær afsakanir áfram en það er komið ný tækni og ég bara þakka þér fyrir að koma í setti til okkar og svona gefa okkur eins update á þetta en það er hægt að leita að fleiri upplýsingum inn á hvað orkusetur og vistorku. Já, bæði orkusetur og vistorku er allt saman rafbíla og öllum spurningum svarað og svo bara að gera að hafa samband eða eitthvað. Sigurður, takk hérlega fyrir komuna. Ekkert mál.